Sjáðu fyrir langan fund. Núna? Alltaf. Eins og? Ég ætla bara að bóka hörnusólúður allar. Láta það við. Einar, til hamingju með snúnaðinn í gær. Takk. Það allir afmæli bara. Já. Við erum byrjuð. Sko, það byrjað en það ekki komin upp mynd. Mér allavega. Það komið upp. Það þá að hjá mér. Já, ég bara, við byrjum ekkert fyrir en þetta komið í lag hjá mér. Þetta verður svakar langur fundur ef maður fara að finna út þessu öllu saman. Þetta komið. Hvað var í þessum köku alveg? Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 10. september árið 2024. Settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur númer 1398. Og til fundarins eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Valgarður L. Jónsson sem hér talar, forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Þórður Guðjónsson, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Líf Ása Skarstað og Ragnar Baldvin Sæmundsson. Og jafnframt sitja fundinn Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og sé Steinar að rita fundargerð. Og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2408-184, Flóahverfi breyting á stefnu grænna iðngarða. En bæjarráð samþykkti breytingar á stefnunni og fundi sínu þann 29. ágúst síðastliðinn og vísar málinu hér til endanlegrar ákvörðunar í bæjarstjórn. Og orðið laust þetta mál. Það fulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp einungis til að skýra kannski út fyrir þeim sem að hlusta og horfa á okkur að við erum ekki í rauninni að breyta einu stórkostlega í þessu. Þetta árleg endurskoðun og stærsta breytingin fyrir utan smá fínisöringu að það hefur verið hægt hingað til að menn sækjum lóð að þá geta sótt eða hafa getað sótt ákveðinn greiðslufrest til 2 ára sem við tökum út í rauninni núna. Öðru leyti þetta sama stefnan og ég segi engar stóra breytingar þar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það fulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki. Þá ég þetta upp til ákvörðunar, til atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja stefnu grænna iðngarða með þessum breytingum, gjörðu svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Förum við í annan fundarlið,
málsnúmer 2210-185, deiliskipulag Smiðjuvellir 12-22, samkomulag um uppbyggingu og breytta nýtingu. Og er að ræða deiliskipulagsbreytingu. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Breytingin var auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein á skipulagslaga, númer 123 frá 2010. Var sem sagt auglýsingin úti frá 10. júlí til og með 27. júlí síðastliðnum. 5 umsagnir bárust en engar athugasemdir. Og í fundagögnum eru þetta deiliskipulagsuppdráttur og annað sem málinu fylgir. Orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem óskar eftir að ræða málið. Og bara förum við í afgreiðslu þessum að samþykkja þessa tillögu, sem samþykkja deiliskipulagsbreytinguna og auglýsingaferlið gjöra svo að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæði. Þriðji fundarliður 23.01.057 er málsnúmerið, aðalskipulagbreyting þróunarsvæði Smiðjuvellir. Og þetta er auðvitað skylt málinu sem við vorum að afgreiða. En skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði samþykkt, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Breytingin er á aðalskipulagi vegna þróunarsvæði C, samkvæmt aðalskipulagi Akraness 2021 til 2033. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni var deiliskipulagsrammi auglýstur. Aðalskipulagsbreytingin ásamt deiliskipulagsramma var auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og var auglýst frá 10. júlí til og með 27. ágúst síðastliðinn. 4 umsagnir bárust en engin athugasemd. Og orðið laust þennan fundalið. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá biður það sem að samþykkja aðalskipulagsbreytinguna að gjöra svo að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæði. Það var 4. fundarliður, málsnúmer 24.09.115, Höfði, viljayfirlýsing vegna stækkunar á Höfða. Og hér er sem sagt lögð fram viljayfirlýsing heilbrigðisráðuneytis, Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar vegna fjölgunar hjúkrunarrýma á Höfða. Viljayfirlýsingin var undirrituð þann 5. september síðastliðinn. Hún kemur hér til ákvörðunar bæjarstjórnar. Og orðið laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fara við fjörsvar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að nota hér tækifærið og þakka heilbrigðisráðherra Willum Þór Thorstenni og fyrir hans undirtektir í rauninni við þær málaleitanir sem við í stjórninni höfum haft í rauninni frá byrjun kjörtímabilsins. Það hefur verið mikill áhugi í stjórninni það að fara af stað í þessa vegferð að stækka og með þessari viljayfirlýsingu okkur í rauninni ekkert að vandbúnaði annað en að hefja ferlið og reikna ég með að stjórn Höfða muni senda inn erindi til eiganda það að fá leyfi fyrir því að kosta teiknivinnu sem þarf að fara í fljótlega.
Einnig ætla ég að nota bara tækifærið og þakka samstarfsaðilum okkar í Hvalfjarðarsveit og svo má alveg þakka starfsfólkinu í ráðuneytinu því að allt samtal og allar samskipti hafa verið mjög góð og við frekar hvött áfram að fara í þessa vegferð að stækka og ég held að það sé mjög gott fyrir okkur hér á Akranesi þó að það séu fleiri en Akurnesingar sem fá pláss og fleiri en ekki sem sagt fólk úr Hvalfjarðarsveit, það er í rauninni fólk nánast hvaðan á landinu sem hefur heimild til að sækja en á biðlista hjá okkur í dag eru 62 samkvæmt því sem var gefið upp á síðasta stjórnarfundi og 52 sem eru með umsókn í hvíld. Þannig að með þessari stækkun sem að við vonandi förum að sjá fljótlega hefjast að þá ætti ástandið eitthvað að lagast allavega í bili. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Og er ekki. Og ef að ég skil málið rétt þá er þetta bara viljayfirlýsingin er frágengin og undirrituð þannig að bókunin hér í bæjarstjórn er einfaldlega svo að hún hefur verið lögð fram hér til kynningar. Einhver sem gerir athugasemd við það? Þá förum við bara áfram í 5. fundalið, málsnúmer 2407-142. Sólmundarhöfði 5 djúpgámar umsókn til skipulagsfulltrúa. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt samkvæmt 2. og 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild. Breytingin felst sem sagt í því að byggingarreitur er stækkaður og gert ráð fyrir djúpgámum innan byggingarreits að vestanverðu á lóðinni. Orðið er laust með þessa breytingu. Það er enginn sem óskar að taka til máls og bara fyrir þetta upp til atkvæðagreiðslu, þessi samþykkja breytinguna og auglýsingaferli fyrir svo að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 7. fundarliður, málsnúmer 2408-015. Garðasel óskum viðbótar fjárveitingu vegna fjölgunar fatahólfa. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 29. ágúst síðastliðinn viðauka nr. 16 fjárhagsáætlun ársins 2024 samtals á fjárhæð 1.169.000 og útgjöldunum mætt með ráðstöfun fjármuna af deild 20830 4660 og fært á deild 04 140 4660. Er að ræða viðbóta fjárveitingu til leikskólans Garðasels vegna kaupa á fatahólfum til að mæta fjölgun barna í leikskólanum. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana. Þá bara ber ég hér upp til afgreiðslu þessi samþykkja viðauka nr. 16 við fjárhagsáætlun 2024 kjörsóli gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 7. fundarliður, málsnúmer 2408-135, grunnskólar kaupa viðbótar nemendatölvum. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 29. ágúst síðastliðinn viðauka nr. 17 fjárhagsáætlun ársins 2024 samtals á fjárhæð 3.730.000 vegna tölvukaupa í grunnskólum Akraneskaupstaðar. Það eru alls 30 tölvur.
Útgjöldunum mætt innan gildandi fjárhagsáætlunar með ráðstöfun fjármuna af deild 2830 4660 af fjárhagskrónu 101.000 og deild 2830 4995 samtals fjárhagskrónu 3.629.000. Fjárhæðin deilist á stofnanirnar og deild 0420 4660 færist fjárhæðin krónur 1.989.000 vegna 16 tölva og deild 04-230 4660 færist fjárhæðin 1.741.000 vegna 14 tölva. Sem sagt í stuttumáli, við erum að færa peninga af ákveðnum liðum og svo fara þær 16 tölvur í annan skólan og 14 tölvur í hinn. Og orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem óskar eftir að ræða þetta mál, þá bara ferið upp til afgreiðslu þessi samþykkja viðauka númer 17 við fjárhagsáætlun 2024 gjörsólu gefamerki. Samþykktu með 9 atkvæði. 8. fundaliður, málsnúmer 24.05.056, mötuneyti grunnskóla, framtíðarsýn. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 29. ágúst síðastliðinn viðauka númer 18, samtals af fjárhagskrónu 1.374.000 krónur. Útgjöldunum mætt innan gildandi fjárhagsáætlunar með ráðstöfun fjármuna af lyklinum 2830 4995, samtals fjárhæð 1.374.000 og fært á deild 04-020 4390. Útgjöldin eru tilkomin vegna aðkeyptra ráðgjafarvinnu vegna undirbúnings væntanlegs útboðs, eins og við höfum rætt áður hér um framtíðarfyrirkomulag mötuneytis grunnskólana. Og orðið laust þetta mál. Það fulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir, gjör svo vel. Háttvirtur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem að hlusta. Það ætti að hafa mörg orð þetta mál, við höfum rætt þetta margoft hérna, en ég finnst bara frábært að við séum komin og allavega á þennan stað með mötuneytismálin okkar og þó svo að sé að ræða einhverju grunnskóla. Þá vil ég bara hrósa okkur fyrir það að hafa tekið þetta alveg upp úr skúffunni og notað tíma vel og þennan glugga sem að opnast gjaldfrjálsra skólamáltíða. Þannig bara, já, það var ekki fleiri orð sem vildi hafa það. Takk fyrir. Fulltrúi Jóna Margrét. Fleiri sem óska eftir að ræða þetta mál? Svo ekki, þá bara förum við í atkvæðagreiðslu þessi samþykkja viðauka númer 18, fjárhagsáætlun ársins 2024, gjörsólu gefamerki. Samþykktu með 9 atkvæði. Förum við í 9. fundalið, málsnúmer 24.02.299, heilsuefling eldra fólks. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 29. ágúst 2024 viðauka númer 19, samtals að hámarki krónur 3.600.000. Útgjöldunum mætt innan gildandi fjárhagsáætlunar með ráðstöfun fjármuna af deild 20830 4995, samtals að fjárhagskrónur 3.283.000 og að deild 20830 4980, samtals fjárhagskrónur 317.000. Fjárhæðin færðin á deild 024 80 4980. Viðbótar útgjöldin eru vegna tilraunaverkefnisins heilsuefling eldra fólks og ákvörðun varðandi næsta ár er vísað til komandi fjárhagsáætlunargerðar. Við skulum alveg hafa það á bakvið eyrað að við erum hér með viðauka númer 19 til afgreiðslu í dag. Þetta hefur áhrif inn í fjárhagsáætlunargerð næsta árs að sjálfsögðu. Það
Orðið er laust þetta mál. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Við áttu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við erum hér að fylgja úr hlaði þessu samningi og hann liggur hérna samþykktar bæjarstjórnar. Þetta er náttúrulega fyrsta skrefið í vinnu í verkefnum, útfærða verkefni sem að hópur málefni eldra fólks og aðgerðir skilaði af sér núna síðasta vetur eða vor. Það held ég verður til mikilla bóta fyrir heilsueflingu eldra fólks og það er ánægjulegt að sé að vera stað. Ég gerir ráð fyrir að við sjáum hvernig samstarfið gengur og hvað verður boðið upp á hjá IA og hvernig ásóknin er og tökum þá mið af því varðandi fjárhagsáætlun næsta ári. Ég held að við verðum svolítið að renna blint í sjóinn með næsta ár en kannski verðum við komið með betri reynslu fyrir fjárhagsáætlun 2026. En við verðum að hafa opinn hug og mér líst mjög vel á þetta sé góður samningur fyrir alla, sérstaklega þá fyrir eldra fólk sem mun fá aukið úrval af heilsueflingu ef markmið samningsins nást. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Bara svona til að skýra feril málsins. Við erum hér, málið sem við erum með til afgreiðslu í dag er viðauki númer 19, það er fjármögnun samningsins. Við erum ekki, samningur í sjálfur er loka drög að honum eru á dagskrá bæjarráðs næstkomandi fimmtudag. En auðvitað með því að fjármagna samningin er auðvitað samt ekki að fara í hann, ekki það. Við erum sem sagt að afgreiða viðauka númer 19 hér á þessum fundi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls og ef ekki þá bara bið ég á bæjarfulltrúa sem að samþykkja viðauka númer 19 við fjárhagsáætlun ársins 2024 og gera svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í þann hluta fundarins, þar sem að fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. 10. fundarliður, málsnúmer 24.01.002, fundagerði bæjarráðs árinu 2024, lögðu fram fundargerð fundarnúmer 3570, sem framfór þann 29. ágúst síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundagerð bæjarráðs. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana. Nú þar með framlögð. 11. fundarliður, málsnúmer 24.01.003, fundagerði velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2024, lögðu fram fundagerð 200. og 30. fundar ráðsins sem framfór 3. september síðastliðinn. Orðið er laust þessu fundagerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana, helst nú þar með framlögð. 12. fundarliður, málsnúmer 24.01.005, fundagerði skipulags- og umhverfisráðs árinu 2024, lögðu fram fundagerð 306. fundarráðsins sem framfór 2. september síðastliðinn. Og orðið er laust þessu fundagerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana, það er helst nú framlögð. 13. fundarliður, málsnúmer 24.01.004, fundagerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2024. Hér eru lagðar fram fundagerðir fundarnúmer 241 og 242 sem fóru fram 5. og 26. júní síðastliðinn. Þær koma hér fyrir í annað sinn vegna mistaka við skönnun fundagerða á síðasta bæjarstjórnarfundi. Jafnframt er hér lögð fram
fundargerð 245. fundar ráðsins sem fram fór 2. september síðastliðinn. Orðið laust þessa 3 fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það bæjarfulltrúi Lífs og Skarðstad sem var orðið gjörð svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fá að koma hérna upp undir það fundargerðin sem átti að koma hérna síðast sem við erum að taka fyrir í annað skipti, sem sagt fundargerð 242 og undir lið 6 sem frístundaheimili Akraneskaupstað framtíðarsýn. Þau komu sem sagt á fund til okkar, Heiðrún og Ívar frá Þorpinu varðandi framtíðarskipulag frístundamála á Akranesi með þá tillögu að sem sagt við myndum taka upp nýtt skipulag frístundamála hér á Akranesi, en eins og staðan í dag að þá eru frístundaheimilin 3, eða 2 þarf að segja. Nei, þau eru nú reyndar náttúrulega 3. Það er eitt í Brekkbæjarskóla og svo í Grundarskóla og svo Þorpi sem safnfrístund fyrir 3. og 4. bekk. Og þetta eru allt séreiningar. Hugmyndir þeirra voru að sem sagt frístundaheimilin fari frá rekstri grunnskóla og undir frístundadeild mennta- og menningarsviðs, þar sem að annað frístundastarf náttúrulega líka eins og dagstarfið og allt það. Og með því að gera þetta væri kosturinn þeir að heildarskipulag frístundamála yrði ein samfella. Heildarskipulag væri eins á öllum stöðum. Það væri einfaldara að fylgja viðmiðum gæði, einfaldara að setja upp gæðamat, faglegt frístundastarf og hlutverk allra deildarstjóra væri eins og markmið og hlutverk skýrt og ein starfslýsing sem að myndi eiga við alla. Jafnframt með því að taka þetta upp og þá væri starfsemi ekki bundin skóladagatali, sem mjög mikilvægt þegar ræða fötluð börn sem með langvarandi stuðningsþarfir. Þau eiga rétt á frístundaþjónustu allt árið, utan lögbundinna frídaga og vetrarfría, og þá myndu skipulagsstaðar frístundaheimila nýtast beint fyrir starfsfólk. Þarna sjáum við líka möguleika að færa fólk milli frístundaheimila og samnýta. Og þá væri hlutir eins og minnum óánægju vegna vinnu á starfsstöðum, leyfum og annars slíkt. Og þá væri það líka auðveldara upp á það að gera að við værum með deildarstjóra sem myndi ráðin, starfsfólk, sjá starfsmannahald og allt slíkt. Mér fundist þetta góðar hugmyndir og vert að við skoðum þetta, þannig að ég vil bara taka undir það að við myndum skoða þetta vel og fara vel yfir þetta með opnum huga. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífs og Skarðstad. Fleiri sem óskar ræða fundargerðir. Já, bæjarfulltrúi Jónína Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem að hlusta. Ég bara taka undir með Lífs og Skarðstad bæjarfulltrúa og ég alveg sammála öllum þeim kostum sem að fylgja því að hafa þetta undir einum og sama hattinu. Mikil hagræðingar auki sem við fólkin í bæði fyrir starfsfólk þessara stofnunum þá og eins foreldra þar sem að frístundastarf ekki hafa skóladagatali. Þannig að ég tek heils hugar undir með bæjarfulltrúa Lífs að þetta maður skoða þetta og vel og vandlega. Að vísu fylgja þessu líka ýmsir gallar eins og öllu öðru, en bara mikilvægt að skoða þetta mjög vel. Fyrir bæjarfulltrúi Jónína Margrét. Ef ég má bæta aðeins við varðandi þetta mál sem að þær hafa talað hérna fulltrúarnir úr skóla- og frístundaráði. Þá
svona frá sjónarhóli okkar sem erum í bæjarráði og erum að höndla með reksturinn og fjárhagsáætlunina, þá er þetta að vera með eins og bæjarfulltrúi Lífós lýsti, að vera með reksturinn í rauninni undir tveimur ólíkum einingum í rekstri bæjarins, að þá er þessi rekstur í raun og veru, það er svolítið vinna að ná því út úr bókunum okkar hver raunverulegur kostnaður við frístundaheimili og rekstur frístundaheimili á Akraneskaupstað, því að 2 þeirra eru í rauninni undir rekstri grunnskólanna. Og þetta getur skekkt samanburð okkar, ef við viljum bera okkur saman við önnur sveitarfélög, þá getur þetta skekkt þann samanburð af því að til dæmis bara tölfræði hjá sambandinu er bara unnin beint upp úr ásetningum eins og þeir koma fyrir, bara út frá bókhaldslyklum. Þar af leiðandi liggur þarna ákveðinn kostnaður í rekstri grunnskólanna sem kannski ætti ekki að vera þar, en vantar inn í rekstri frístundarinnar og ætti að vera þar. Þið skiljið hvað ég meina. Þannig að þetta getur svona bara, ef maður orðar það þannig, ársreikningurinn okkar verður sannari ef við færum þetta allt sem undir einn og sama bókhaldsstykki. Orðið er laust að nýju fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það er fulltrúi Jóhanna Margrét Sigmundsdóttir Ferðarveg, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og allir aðrir sem vilja horfa. Mér langar nú bara að koma hérna undir fundargerð 245 hjá skóla- og frístundaráði og minna alla á að framundan er hérna í lok september hreyfivika í SÍ. Og mikið dagskrá í heila viku, eitthvað fyrir alla. Og ég vil bara hvetja fólk til þess að skoða dagskrá og taka þátt í hreyfivikunni. Bara mjög flott framtak sem að hefur verið farið í hér og var hér í fyrra líka. Ég nú ekki að þetta sé eldra en það, en ég þekki það ekki alveg. En bara allir að standa upp og gera eitthvað. Takk fyrir, góða hvatningu. Bæjarfulltrúi Jóhanna Margrét. Fleiri sem óska eftir. Já, bæjarfulltrúi Lífós Kastad, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég náttúrulega gleymdi áðan öðru sem ég ætla að koma upp undir, en kem hérna núna. Það var í sömu fundargerð 242 frá 27. júní og það var erindi sem það er lið númer 3, tónlistarskóli, erindi fyrir starfsfólki Þorska. Aðstoðarskólastjóri og skólastjóri komu til okkur á fund til að ræða stöðu tónlistarskólans og starfsaðstæður kennara og nemenda. Nú er ég búin að sitja í skóla- og frístundaráði í rúmlega 2 ár. Það er mjög langt síðan að þetta kom inn á fund hjá okkur í fyrsta skipti, þar sem að starfsmenn kvarta ítrekað yfir vinnuaðstæðum. Það er að segja loftrasting og hitastýring og annað í skólanum. Mér vitanlega hefur ekkert verið gert í þessum málum og þá vil ég bara fá að hvetja þá aðila hér innan bæjar sem að sjá það að koma þessu í lag. Annað sem þau vildu líka ræða að það var bæði endurnýjun hljóðfæra og tölvukostur skólans. Við höfum lagt mikla áherslu á það hér í þessari bæjarstjórn að gefa eða láta grunnskólabörn fá fartölvur og allt slíkt, en af einhverjum orsökum þá hefur tónlistarskólinn sitt svolítið eftir. Það er margt sem mörg tækifæri sem þau sjá í því að fá til dæmis spjaldtölvur sem væru ætlaðar í tónfræðikennslu, þemaverkefni, námskeiðshald og annað. Og telja að það væri mjög gott ef við myndum
skoða það og hafa fund með tónlistarskólanum og sjá hvernig við getum komið til móts við þau. Því að þau hafa setið eftir eins og ég sagði með tölvur og annað og við þurfum að passa upp á það að það verði lagað. Eins með hljóðfærin að þá skilst mér það, ég er nú ekki fyrrverandi nemandi skólans en það eru nokkru sem ég þekki sem að þekki aftur hljóðfærin sem þeir voru með bara fyrir 30 árum síðan. Þannig að við þurfum að koma upp almennilegri áætlun sem sagt að endurnýja hljóðfæri skólans svo vel sé. Takk hérlega. Takk fyrir. Það fyrir Líf og Skasta. Fleiri sem óskiptir ræða, fundur verði skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þar með teljast þessar 3 fundargerðir ráðsins. Það hafa verið lagðar hér fram í bæjarstjórn. 14. fundarliður, málsnúmer 24.01.029, fundargerðir frá stjórn fjallskilanefndar. Árinu 2024 og lögðu fram fundargerð 21. fundar fjallskilanefndamis Akranet, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. Orðið er laust þessa fundargerð. Það tekið fram að það er 1 fundarliður í þessari fundargerð og fjallar að bollstaðarétt á Flýt í eina viku. Það er enginn sem óskar eftir að ræða þessa fundargerð frekar, þar með telst hún framlögð. 15. fundarliður, málsnúmer 24.04.029 og aðalfundur 2024. Lögðu fram undirrituð framhaldsfundargerð frá framhaldsaðalfundi Orkuveitu Reykjavíkur sem framfór þann 28.07.2024. Orðið er laust þessa fundargerð. Ég vil sem sagt taka það fram að þarna er jafnframt bara 1 fundarliður og það er arðgreiðslu tillagan sem að þarna var afgreidd og samþykkt og ég hef farið áður yfir og lýst hér á bæjarstjórnarfundi hverju hún felst. Hún var endanlega afgreidd þarna á þessum fundi. Það er enginn sem óskar eftir að ræða þessa fundargerð frekar, þar með telst hún framlögð. 16. fundarliður, málsnúmer 24.01.023, fundargerðir frá Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili á árinu 2024 og lögðu fram fundargerð 147. fundar stjórnar Höfða frá 29. ágúst síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Enginn sem óskar eftir að taka til máls, þar með telst hún framlögð. Þar með er dagskrá þessa bæjarstjórnar. Við erum á óvenju góðum millitíma á þessu fundi, en höfum samt alveg náð að tæpa á ansi mikilvægum atriðum. Þannig að ég bara þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður og fyrir fundarsetuna og segi þessu fundi slitið.